Nýr slökkviliðsstjóri brunavarna Suðurnesja heitir Eyþór Rúnar Þórarinsson. Hann kemur norðan af Ströndum og kom upphaflega til Keflavíkur til að læra smíðar. Við hittum kappann í nýju slökkvistöðinni í Reykjanesbæ. Ég nú fæddur og uppalinn Ströndum í Hrútafirði og ól minn ungdóm þar. Og ef það var ekki búskapurinn þá svona þetta heillaði mig svolítið og ég kem hérna líklega 97, 98 og fer að læra smíðar. Og þá svona fór ég að kynna svona félagsskapnum í kringum þetta og þetta heillaði mig svolítið. Var að smíða með einum góðum aðila sem var hérna að vinna við þetta og þetta heillaði mig. Þannig ég ákvað að sækja og það hvað 1999 þá fer ég varaliði hérna og byrja minn feril, má ég segja það. Já, það svolítið það að slökkviliðsmenn hafa verið að smíða svona meðfram sínum vöktum. Já, þetta ég held að við séum allavega þá voru eiginlega allir iðnaðarmenn og var krafa að þú væri iðnaðarmaður. Það var í lögum. Og þegar ég byrja þá þetta eiginlega allir iðnaðarmenn eða sem hafa verkkunnáttu sem vinnu og það henta verið slökkviliðsmanninum. Þó vissulega í dag erum við að sjá miklu breiðari flóru af mannskap. Með nýju kynslóðum þá erum við að sjá alla flórur að koma inn í slökkvilið sem bara mjög gott. En áður fyrir var þetta bara mjög algengt og þá var svona yfirleitt smiður sem þótti henta vel í þetta starf. Og þetta hefur strax heillað þig? Já, ég var strax mjög spenntur í slökkviliðinu en svo fylgdi með að 1900, já, þetta verður atvinnur 1988, minnum mig. Og þá þetta fasti vaktir hérna og það sjúkrabíllinn líka með. Og við erum það lítil eining að við getum ekki verið með mannskapinn tvískiptan að þú sinnir bara slökkviliði og þú sinnir bara sjúkrabíl. Þannig að við verðum að sinna báðum aðilum. Þannig að ég hafði svolítið áhyggjur af sjúkrabílum fyrst. Hvort þetta væri eitthvað sem ég gæti. En það bara small líka bara strax og þetta verður eiginlega bara svolítið hugsjón hjá manni. Það oft kannski svolítið svona viðkvæmustu stundurnar hjá fólki þegar sjúkrabíllinn þarf að mæta til þess. Já, það svo oft sagt að við erum bestu stundum í fólkinu og svo erum við líka við verstu stundunar. Það má ég segja það, þannig við förum í gegnum alla flóruna, mannskapurinn, sko. Hvað það svona sem hefur heillaði mest við þetta starf? Þetta fjölbreytileikinn. Ég get bara sagt að þú veist ekkert hvernig dagurinn þegar þú mætir í vinnu. Það ákveðin plön að við græjum okkur, fáum hlutverk þegar við erum á vöktum, hvað þú átt að gera í dag og á hvaða bíl þú ert. Þú tékkar búnaðinn og hann sé í lagi og allir hlutir. Svo ertu bara með autt blað. Þetta ekkert fyrir mig, bara hvað útlalt kemur. Það held ég að sé þessi fjölbreytileiki og gríðarlega góður félagsskapur. Sem þetta mjög samhentur hópur og ég held að sé í flestu slökkviliðum, þetta mjög samhentir hópar og við erum mikið saman. Þetta fjölskylda, við erum nætuvöktum og maður hittir þessa vinnufélög sem mjög mikið, miðað við kannski aðrar vinnur. Þú byrjar hérna fyrir 25 árum síðan. Já. Og síðan þá hefur orðið, ég segi, gríðarleg breyting á samfélaginu á Suðurnesjum. Já, það ótt að segja það. Ég kem eins og sagði, já, 1999 kem ég varaliðið og mjög heppinn, við erum stór árgangur sem komið þá. Og ég byrja í raun störf 2000, sem sagt, í aðalstarfi og þá í sumar aflýsingum og það ílengjast. Þannig ég byrja þá og þá erum við niður á Hringbrautinni í gömlu slökkvistöðinni. Það kannski svona fyrsta stóra breytingin að þar erum við frekar lítill gamalli slökkvistöð og við vorum 3 á vakt þegar ég byrja og alltaf 1 á bakvakt og samfélagið náttúrulega bara gjörsamlega búin að tútna út og bara eins og við þekkja þetta búið að ég upplifði herinn sem dæmi, herinn fer. Samfélagið bara búið að stækka alveg gríðarlega og bara öll þjónusta, flugstöðin, hún náttúrulega alveg tútnar út.
Þannig að það er rosa margt að búið að breytast og í dag 7 á vakt sem dæmi. Þannig að þetta er mikið búið að breytast hjá okkur. Hverjar svona eru áskoranirnar í dag fyrir nýjan slökkviliðsstjóra Brunavarna Suðurnesja? Áskoranir eru náttúrulega miklar. Það er náttúrulega bara þess að við byrjum þess að hefðbundu slökkviliðsstörfum, þá erum við náttúrulega, við erum með forvarnasvið og fylgja eftir öllum örstækkandi samfélagi, það er mikið af nýbyggingum. Við þurfum að fylgjast með því og það sé allt í góðu þar, stór fyrirtæki, flugstöðin og svona að vakta þetta og bara stöðuga breytingar. Útkallafjöldin, hann náttúrulega eykst með fjölda fólks og sjúkrabílið því tengdu. Kröfurnar eru orðnar miklu meira á okkur í sjúkraflutningum heldur en var og menntunarstigið hefur bara snaraukist. Og svo náttúrulega höfum við þetta núna, eins og flest allir vita, að við erum konið inn í eitthvað jarðgosatímabil, þannig að það er kannski svona fyrir utan hefðbundið störf slökkviliðs sem er svona mikil áskorun og áskorun við slökkviliðsstjóra að kljást við það ásamt öðrum viðbragðsaðilum, segi ég. Því við erum sem ekkert eini í þessu, alls ekki. Svona síðustu árum finnst manni tilfinningi vera að það hafi svona fækkað brunaútköllum, kannski en svo náttúrulega svæðið að stækka á móti, en eldvarnir hafa verið að skipta gríðarlega miklu máli. Já, skipta bara höfuðmáli. Þetta er alveg rétt hjá þér að útkallafjöldin hefur fækkað og það er náttúrulega margt sem helst í hendur að það er náttúrulega öflugt forvarnasvið. Við náum að fyrirbyggja, það er verið að vakta þetta dæmi og byggingarreglugerðin, hún tekur á sig málum líka, þannig að það hefur verið að fyrirbyggja svoleiðis. Stærri framkvæmdir, það þarf að skila í brunahönnun, þannig að þetta er svona margar hendur sem koma að þessu markmiði. Þannig að blessunlega hefur útköllum fækkað. Þó við fáum alltaf inn á milli bæði minni háttar og svo stærri útköll. Svo komið svo síðasta vetur bara með viku millibili mikli brunnar í skipum í höfnum hérna á svæðinu. Þetta eru mjög erfið útköll fyrir slökkviliðsmenn. Þetta eru líklega eina erfiðst útköllur sem við slökkviliðsmenn þurfum að eiga við og þá sérstaklega reykkafarar. En það er rétt sem þú segir, við fengum hérna bara tímabil síðasta vetur, bara mjög slæmt og fengum hérna erfið útköll í skip, bara hvert og annað og þetta er náttúrulega mjög krefjandi, þú ert að fara inn í þröng rými, erfitt að komast að eldinum, erfitt að kæla, mikill hiti og bara ég segja þrengsli og komast að þessu. Þannig að þetta er klárlega eina áskorun, svona eitt af erfiðasta sem slökkviliðsmaður á við. Þið æfið mikið, en raunveruleikinn er samt, það ekki, hann er alltaf öðruvísi. Já, við höfum oft sagt þetta að hvað maður kallaði viðskiptavinur kúnnahópur okkar, hann les aldrei sömu námsbækur og við. Það má orðaðilega þannig. Við reynum að læra hluti og okkur kennt hlutir og oft er kennt út á reynslu líka. En margt af þessu kannski haga sér ekki eins og námsbókin sagði og þá förum við í reynsluna og reynum að líka eftir hvað getur gerst og æfum það. Oft er tekið fyrir eftir útköll og við sjáum að það er eitthvað sem við getum gert betur. Hvort það sé tengt búnaði eða þjálfun og þá er tekið á því strax. Það er rýnt og hvað hefur getað gert betur og ef við sjáum að það er eitthvað okkar megin og þá eitthvað sem við ráðum ekki við, þá æfum við það. Þannig að það er mikið eftir, já. Við leggjum mikið upp á því. Og menntun ykkar er mikil. Það eru gerðar mikla kröfur á ykkur og ég sá það þegar ég bara las yfir þegar var tilkynnt að þú hafði verið valinn í þetta starf, að þú ert búinn að fara í gegnum mikinn skóla Já, á þessum tíma. Þetta er svolítið sérstök starfsgreina að þú getur, þegar við tökum slökkviliðsdæmi sem dæmi, að þú getur raun ekkert bara ákveðið að ég ætla að læra slökkviliðsfræði og fer að götunni og ég læri og svo bara er ég tilbúinn fyrir slökkvilið. Þetta er ekki alveg svoleiðis, heldur er þetta að þú þarft eiginlega að ráða þig inn í slökkviliðin og þá kemst inn í þennan
pakka að læra og það raun svona slökkvili stýrið svolítið. Og við erum bæði með kennara annar staðar frá og svo eru kennar innan slökkvilis. En það rétt, þetta eru alveg gríðarlega mörg námskeið, mörg stutt, mörg löng og þegar þú ferði yfir eitthvað ár, já, og maður lesi yfir svona línu, þá þetta mikið tími sem við farið í þetta. Og svo endurmenntun, það svo sem ekki nóg að læra þetta einu sinni, við þurfum alltaf að halda okkur við. Þegar þú ákveður það að sækjum þetta starf, hvað var að reka þig áfram í það? Hvaða áskorun ertu að næla þér í þarna? Já, þetta góð spurning. Ég hafði svo sem ekkert leitt hugan þannig lagað að þessu starfi. Ég var síðast áður en fór í þetta og var ég starfandi sem varðstjóri og útkallsvið og ég er búinn að vera á gólfinu eins og ég segi í öll mín ár og gríðarlega ánægður þar. Þetta var samt maður fann aðeins að horfa í þetta að fara aðeins lengra, að fara hinum megin og fara úr asónum, fara í dagvinnu, ég hef búin að vera í vaktavinnu alla mína ævi og kannski það sem kitlaði mann mest var að koma kannski að svolítið framþróun. Þetta er mjög spennandi tíma framundan á Suðurnesjum yfir höfuð. Örstækkandi samfélag, slökkviliði á góðum stað, góðu húsnæði, góðum mannskap og vel tækjum búið. Og þannig að það var bara svona svolítið spennandi tímar að fá að stýra framtíðinni, liðun inn í þessa framtíð sem er að koma og það var kannski það sem kitlaði mig. Tækjabúnaðurinn er alltaf svona að breytast og þróast og það nýjasta tækni er alveg fljóta að ryðja sér til rúms í þessum fræðum. Já, það eru örar breytingar og það bara örar breytingar í hvernig bílar eru uppsettir, hvernig dælur, aukabúnaður, froða, tæknin. Nú eru dróni bara sem dæmi. Þetta er farið að nýtast okkur í slökkvistarfi að fá yfirlitsmyndir og streyma til stjórnenda. Alls konar slökkvimáttur, minni bílar. Þannig að það eru örar breytingar slökkvilismegin og sama sjúkrabílamegin. Þetta er allt í tækninni. Þannig að þetta eru spennandi hlutir sem eru að gerast. Ég mætti í útkall hjá okkur í nótt og þar sá maður menn bara saga pínulítil göt og stinga stút inn í veggi og þök og það sprautaðist froða þarna út bara eins og enginn væri morgundagur. Já, þetta er eitthvað sem við fengum með nýja dælubílinn okkar sem undar, hvað alls ekki að vera 4 ára hjá okkur samt, þetta er fljótt að líða. Þá tókum við upp þetta 1.7 kerfi sem er vatnfroða, margfaldar froðuna og býður upp þennan möguleika að við getum raun borað göt í gegnum þök eða veggi og sest stútinn inn og sprauta þar sem við kannski hefum þurft að rífa meira áður fyrr eða bara þeir komast ekki að. Þannig þetta er klárlega eitt af svona þróunum sem við höfum. Hvað með svona endurnýjun á tækjabúnaði? Er nýr körfubíll á leiðinni og eitthvað fleira? Herðu já, núna bara í þessu töluðum orðum er útboð í gangi á nýjum stigabíl fyrir Brunavarnir Suðurnesja sem við hlakka mikið til því að við kaupum bílinn sem við erum núna hann er framleiddur 95, við kaupum að nota hann og hann er bara kominn á tíma og við erum fann að vantreysta honum að hann gæti bilað sem við viljum alls ekki í svona björgunartæki, þannig að við fengum heimild til að fara í útboð á stigabíl núna á þessu ári og vonandi skýrist það bara fyrir áramót afhendingartími á þeim bíl, þannig að þetta er svona eina stóru fjárfestingu sem er framundan hjá okkur, það er rétt. Svona í þéttingu byggðar, þá eru nú húsin svolítið að hækka? Í dag við erum með 32 metra körfubíl, við völdum þá leið að halda okkur við þá hæð, frekar að stýra stærri byggingum inn í brunahönnun, því að ef við förum í svolítið stærri bíla þá verða þeir bæði dýrari og erfiðari í akstri og í notkun. Þannig við völdum þessa leið að fara núna í svolítið libran bíl sem er svona hendar inn í bæði þröngar aðstæður og snöggur að vinna. Þetta var svona leiðið sem við völdum. Og þeir eru komið með eitthvað svona nýjan búnað í reykköfunaræfingar og annað, eitthvað konar gervigreindar búnað? Já, við fjárfestum núna í fyrra í sýndarveruleika búnaði.
semst Flame og þar getum við sett upp bara alls konar tilvik, þannig að slökkvismaður bara með þrívídda gleraugu, fer inn í hennan heim og leysir verkefnið og hann með brunaslöngu og sér eins og hann sé að sprauta, hann með hitamyndavél, við getum sett hann í hitavesti, þannig hann í eldgalla og í vesti, þannig hann skynjar hitan sem hann að labba inn í og þetta náttúrulega bara gjörbylting að við getum bara, ef það dauður tími á vaktinni og þá getum við bara ákveðið taka kannski fyrir bara einn bílbruna, einn húsbruna og klára það tiltölulega fljótt á þess að líka óhringa okkur. Þú nefnir bílbruna, það núna fjölgar rafmagnsbílum og það eru öðruvísi eldar heldur en í jarðefnaeldsneytisbílum. Klárlega, sko, þetta er ákveðin áskorun fyrir okkur sem við vissum af og höfum alveg undirbúið okkur og eins og flest öll slökkvilið, svona, við höfum verið vakandi yfir þessu. En þetta eru aðra hættur, þetta náttúrulega geta verið myndast ákveð hættuleg efni í reiknum. Við þurfum meira vatnsmagn ef eldurinn kemst í batterið og jafnvel bara getum við þurft að geta slökkt í hana, það bara setja hann í sérstakan gám og raun bara að fylla hann af vatni og flytja hann á öruggan stað. Þannig að það eru mikla hættur eða áskoranir við rafmagnsbíla. Já, þeir eru búin að vera í miklu samstarfi meðal annars við slökkviliðið í Grindavík, svona í þessum náttúruhamförum og gróðureldum og því sem því fylgir. Þessi nýja ógn sem við tölum í eldgosum þar hafa Grindvíkingar lent einna verst í því og við höfum átt mikið og gott samstarf við slökkvilið Grindavík. Þeir eru konum með alveg gríðarlega mikla þekkingu að kljást við þetta og við höfum verið að aðstoða og núna þessi nýjastu gosi að færa sig yfir okkar svæði og þá koma þeir inn og hjálpa okkur, þannig að samstarfið mikið og gott. Og það verður bara að vera og það verður að vera að mynda slökkvilið í landinu. Það raun ekkert eitt slökkvilið sem ræður við allar hættur á sínu svæði. Það alltaf að fá utanaðkomandi aðstoð ef það gerir stórt. Og þessi nýja slökkvistöð sem var flutt inn í fyrir bara örfáum árum síðan, sem hefur náttúrulega gjörbreytt allri umgjörðum ykkar starfsemi. Algjörlega. Hún hefur verið mikið notuð núna, einmitt, hérna almannavarnir með stjórnstöð og eitthvað fleira. Já, hún búin að gjörbreyta allir aðstöðu, bæði bara fyrir náttúrulega starfsfólkið, fyrir það, við komum inn búnaðinum, þannig að þetta hefur tryggt það og þegar hún byggði þá var hönnuð náttúrulega aðgerðarstjórn henni upp á annarri hæðinni og ég held að menn hafi ekkert óra fyrir að hún notuð eins og að búið að gera og þetta var nú aðalega bara hugsað fyrir óveðursútköll og vonandi bara flugslysaæfingar. En það rétt að eiginlega eftir 10. nóvember þá búið að vera liggur við daglega viðvera af einhverju viðbragðsaðila, lögreglu, almannavörnum eða þá okkur og björgunarsveitum. Og þegar mest var, þá var stöðu hátt í 20 manns sem komu að þarna. Þannig að það alveg rétt. Svona endingu bara, hversu stórt liðið þitt og svona, hvernig skipað og ég hef séð að það að fjölga konum í faginu. Liðið samanstendur, ef ég man rétt, þetta eru 54 stöðugildi sem sagt í aðalstarfi og hlutastarfi. Við erum svona hátt í 30 sem eru með fasta atvinnu að þessu. Og konum farið fjölgandi sem fagnaðarefni og það bara ekkert langt síðan við vorum með eina konu bara í vinnu hérna. Þær eru orðnar 7-8 í dag og við sjáum þetta svolítið svona bæði í sjúkrahundingaskólanum og brunamálskólanum að það alltaf verið hærri og hærri prósentan af kvenfólki í bekkjum sem bara mikið fagnaðarefni því þetta klárlega vinnustaður fyrir bæði kynin. Þetta hentar körlum og konum? Alveg og við sjáum enga mun í starfskrafti, hvað sem kallaði konum, alls ekki. Gott fyrir fjölbreytileikann.